uppsjáariðnað nú og til framtíðar. Við erum hérna með góða dagskrá fyrir ykkur í dag og fyrir hlutin verða svona fyrirlestrar eða svona bara mjög stuttar kynningar og svo erum við umræður í lokin og eins og Hildur sagði þá verður ekki það verður ekki tekið upp en fyrirlestrarnir verða teknir upp og síðan settur á netið. Praktísku atriðin, klassískt að setja á mute á meðan að fyrirlestrarnir er í gangi og ef þið hafið einhverjar spurningar endilega skrifa hjá ykkur og svo getum við farið við þær bara í lokin þegar umræðurnar hefjast. Við erum með kynningu hér á eftir, kynningu á Matís sem hann Jónas verður með hjá okkur og svo fáum við kynningu frá Sæmundi Sveinssyni stofn erfðagreiningar uppsjávarfiski og umhverfis erfðaefni við loðnuleit. Svo ætla Sigurjón Arason að fara yfir breytta hráefnismeðferð á hafi úti. Hildur Inga Sveinsdóttir talar síðan tækifæri í landvinnslu og ég mun síðan tala nýtt þróunarsetur til tilraunaframleiðslu. Því miður við ætluðum að vera með smá tölu hraðvirka mælingar en því miður þá forfallaðist prófessor Marja Guðmundsdóttir hjá okkur og getur ekki verið með okkur í þetta skipti og svo verður Sindri Sigurðsson síðdæðstunni, hann talar helstu áskoranir greinarinnar og svo verða í raun og veru umræður og ég ætla þá bara bjóða þér að taka við Jónas. En næstu er þá Jónas R. Viðarsson, hann er sviðsstjóri verðmætasköpunar hjá Matís og hann ætlar aðeins að tala Matís, aðeins að fara yfir innviðina og þess aftar. Takk fyrir. Þá ætla að sjá kynninguna mína. Já, velkomin á þennan fund og takk fyrir að bjóða mér að opna hérna. Ég ætla bara svona að kynna Matís og hvað við getum gert og erum að gera fyrir uppsjávargeirann. Náttúrulega fyrir ykkur sem ekki vitið þá var Matís stofnað 2007 með sameiningu 3 stofnana og eins fyrirtækis í líftækniiðnaði. Þessar stofnanir snerust rannsóknir og þróun í matvælayðnaði. Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins var þar stærst. Hjá fyrirtækinu í dag starfa 90 manns með mikla sérfræðiþekkingu og við erum með helmingur starfsfólks er með meistara- og doktorsgráður og við í raun og veru búum yfir sérfræðiþekkingu á flest ef ekki öllu því sem snýr af matvælaiðnaði og matvælaframleiðslu. Það má skipta grunnstoðum Matís upp í þessa 4 þætti. Það er sem sagt rannsóknir og nýsköpunarverkefni sem eru fjármagni í gegnum samkeppnissjóði. Það eru þjónustumælingar, það eru öryggis- og forgangsþjónusta og svo er það ráðgjöf, menntun, fræðsla, aðstoð og matarsmiður. Og náttúrulega kannski sérstaklega nefna þetta með menntunina að það er mjög mikilvægt að við séum ekki bara að sinna því að leysa vandamál dagsins í dag, heldur erum við líka að taka þátt í því að byggja upp sérfræðinga morgundagsins. Það má skipta rannsóknarverkefnum okkar og því sem við gerum upp í ákveðna flokka með það sem að njóta afrakstursverkefnuna og þannig erum við náttúrulega með alls konar atriði en þannig er uppsjávarfiskur og við erum með botnfisk og við erum með fiskeldi og við erum með þörunga og þetta allt saman tengist þetta náttúrulega á einhvern hátt. Við erum að sinna verkefnum út all land þó svo að höfuðstöðvar okkar sé í Reykjavík, þá erum við með verkefni út allt og náttúrulega mjög stolt af því sem við erum að gera fyrir austan. Hérna með sjáðu lista yfir hvar við erum, eða svona hluta af þeim verkefnum sem við erum í og hvar þau eru staðsett. Það má líka sjá hvar við erum með útibú. Ég er ekki alveg viss að fólk átti sá í hvað mikið við erum að gera í rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum, en á síðasta ári voru í gangi 170 rannsóknar- og nýsköpunarverkefni hjá fyrirtækinu. Við búum yfir alls konar innviði og það er nú of langt mál að fara ofan í hvert og eitt af því, en þessi kynning verður aðgengileg eftir á, þannig að maður geta fara og skoða þessa linka sem ég er með hérna á þessari glæru. En við erum með, eins og sé, innviði, við erum með alls konar mælingar, skinnmat, erfðafræði og í raun og veru flest ef ekki allt sem að fyrirtæki í matvælayðnaði þurfa á að halda
og við erum á allt fyrir þjónustur reiðubúin ef leitaði til okkar. Ég vil líka nefna það að þegar kemur að fjármögnun rannsóknar- og nýsköpunarverkefna í gegnum samkeppnissjóði þá Matís að aðstoða og náttúrulega bara mjög góður samstarfsaðili við okkur hefur gengið mjög vel og við erum náttúrulega með fólk sem eru sérfræðingar í að skrifa umsóknir. Það hefur heyrst í kringum suma sjóði núna að sérstaklega þessa innlendu að þú þurfir að vera í raun og veru sérfræðingur til þess að eiga séns, það svo mikil samkeppni og þá náttúrulega bara að gera fyrir fólk með góðar hugmyndir að hafa samband við okkur og við erum þá alltaf búin til að þá minnst að gefa góð ráð. Helmingur af tekjum Matís að koma í gegnum þessa samkeppnissjóði og við erum að tala þá yfir 800 milljónir sem að Matís að fá í gegnum þessa sjóði á síðasta ári og megin þorrið þessi í gegnum erlenda sjóði og það má ekki gleyma því að þó Matís að fá tekjur þarna þá náttúrulega samstarfsaðilar okkar líka fá umtalsverða peninga og pluss náttúrulega þjónustu fyrirtækisins líka. Bara sem dæmi í síðustu úthlutun Matvælasjóðs þá voru í verkefnum í samstarfi við á 3. tug innlendra matvælaframleiðslufyrirtækja. Og eins og sé með fyrirtæki okkur gengum einnig mjög vel í þessum alþjóðlegu samkeppnissjóðum og bara sem dæmi þá erum við í öðru sæti yfir lögaðila með styrki í Horizon 2020. Það bara Háskóli Íslands sem fékk meira úr því á meðan að Horizon 2020 var í gangi sem voru síðustu 6 ár. Þjónusta sem snýr beint og beinlínis að uppsjóðina smá upptalning á því en Stefán og Hildur og fleiri munu fjalla betur það eftir. En að lokum vil ég bara minna á það að við erum með fleiri svona fundi í gangi og bara þeir eru auglýstir á heimasíðu Matís þannig að bara fylgist við með og eins og ég segi við erum hérna til að styðja við ykkur. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Jónas. Og ef þið hafið einhverjar spurningar fyrir Jónas svo eftir, þá getum við endilega skrifað niður og spyrja hann svo eftir í umræðunum. En næstur hann Sæmundur Sveinsson, fagstjóri erfðafræði hjá Matís og hann ætlar að tala stofngerðargreiningar í uppsjávarfiski og umhverfis erfðaefni við loðnuleit. Þetta verkefni sem hann hefur að vinna hérna hjá okkur, hjá Matís. Já, komið blessuð og sæl. Ég ætla að deila glærunum mínum, sjáum hvernig það gengur. Hvernig kemur þetta út? Þetta... Já, við sjáum allar skjáin hjá þér. Þetta svona fullur skjár og... Nei, þetta er ekki fullur skjár. Nei. Þá ferður örugglega í slideshow og breytir skjánum valin. Hvernig svona? Hvernig þetta? Þetta? Já, þetta komið, glæslegt. Já, ég ætla að tala þær erfðafræðirannsóknir sem við höfum verið að sinna hér á Matís undanfarin ár sem tengist uppsjávariðnaðinum og það svona tvennum toga. Fyrsta lagi þetta svona þessar hefðbundnu stofngerðargreiningar í uppsjávarfiski þar sem við erum notað erfðafræði til þess að greina ýmsu stofna af uppsjávarfiski. Það svona mest verið í makríl og síld. Að nýta erfðafræði til þess að athuga hvort við getum fyrsta lagi greint stofna, sundustofna í fiski sem erum kannski ekki alveg viss hvort það sé stofngreining eða ekki eða staðfesta og ná tólum til þess að staðfesta stofngreiningu sem við erum svona nokkuð viss að sé greining. En fyrsta sem ég ætla að nefna stofnarfræði makríl sem úr Atlantshafi og þetta byrjaði nú löngu áður en ég hóf störf hér á Matís en við erum samt ennþá að reyna að koma þessum niðurstöðum út og þetta nýleg rannsókn sem birtist í fyrra, það sem vorum að kanna raun og veru, við sjáum kort hægra megin,
það þeim sýnum sem við vorum eða stöðum sem vorum að greina, þetta var annars vegar makríll sem var veiddur hérna í kringum nálægt Íslandi og svona inn í norðaustur Atlantshafi og síðan það borið saman við hrygningarstofna hérna aðeins sunnar í Atlantshafi, Bretland og Spán og Frakkland og síðan hins vegar í Norður-Ameríku við Austurströnd Kanada. Og í mjög stuttu máli það sem kom út úr þessu var í fyrsta lagi sem kemur kannski ekki svakalega mikið óvart, en stofnar í evrópski stofnin og norður-ameríski stofnin eru mjög ólíkir. Þannig þeir eru mjög erfðafræðilega ólíkir og hafa verið aðskildir mjög lengi. Þannig að það kannski ekkert sem kemur óvart. En það sem kannski kom okkur meira óvart var það að við fundum ekki fundið neinar erfðafræðilegar og niðurstöður eða svona sem benda til þess að sé einhver aðgreining milli stofnana í Evrópumegin. Þannig að þetta virðist vera eitt stofn hvort hann sé veiðist í Suður-Atlantshafi eða Norður-Atlantshafi. Þannig að það svona virðist mjög áhuga. Þannig að virðist ekki vera, við finnum engin rök sem sýna það að það sé einhver breskur stofn eða franskur stofn eða spænskur stofn. Þetta virðist vera hinn sami einn erfðafræðilegur stofn í Evrópumegin í Atlantshafinu. Nú, annað verkefni sem við erum að vinna í í tengt síld. Þetta erfðafræðileg aðgreining síldastofna í Norðaustur-Atlantshafi. Þetta verkefni sem búið að vera í gangi nokkuð lengi en við fengum styrk frá Nora til þess að reyna svona að klára það. Þetta leitt af Guðmundi Óskarsyni Hafró og þið sjáu hérna, það skiptir kannski ekki öllu, þið þekkið þetta nú örugglega betur en ég, að það eru hinir ýmsu stofnar í Norður-Atlantshafi að síld og þeir hrygna mismunandi stöðum mismunandi tíma og síðan þegar þeir oft í kringum veiðar þá eru síldin á fæðuslóð og þá eru veiða síld úr hinum ólíku stofnum og þó hún aðgreinir sig á hrygningatíma og hrygningarstað að þá blöndu veiði á ákveðnum tíma og við erum að reyna að þróa erfðamörk og finna erfðamörk sem geta gert okkur kleift að aðgreina þessa mismunandi stofna þegar við í veiðinni. Þannig að hjálpa til með það að fá betri mynd af því hvað er verið að veiða mikið á hverjum stofni. Og við erum nokkuð bjartsýn að við erum komin áleiðis en við erum ekki farin að geta greint alla þessa mismunandi stofna sundur en við erum alltaf að bæta við erfðamörkum og erum bjartsýn að við náum þessari aðgreiningu erfðafræðilega. Nú það síðasta sem ég vildi nefna hér í dag er verkefni tengdu umhverfiserfðaefni eða umhverfisdíana. Og þetta okkur þykir þetta afskaplega áhugavert og þetta hljómar svolítið eins og vísindaskálskapur en hugmyndafræðin á bak við þetta er að það er hægt að greina ummerkjum lífverur með því að greina það erfðaefni sem það skilja eftir sig í umhverfinu. Þannig til dæmis tengdum í loðnu sem við erum að vinna að þá erum við að vinna með síið sjósýni þar sem á loðnu slóð og reyna að maggreina allan að fá hugmynd hversu mikið af loðnu hefur verið á þessu svæði með því einu að greina erfðaefnið, loðnu erfðaefnið. Já, þetta er markmið að þróa aðferð við til loðnuleitar með umhverfiserfðaefninu og þetta er erfðaefnið sem það skilja eftir sig. Hvernig við gerðum þetta að Hafró safnaði síðum sjósýnum í loðnuleit 2019-2020 og sýnin voru tekin við yfirborð við 20 metra, 50 metra, 200 metra og 500 metra. Við síðan takum þessi sýni á rannsóknastofu okkar á Matís, einangrum erfðaefnið og maggreinum. Maggreinum hversu mikið af loðnu erfðaefni er í þessum sýnum. Og síðan er náttúrulega næsta skref að bera það sama við niðurstöður og bergmálsmælingum hjá loðnuleit Hafró. Þessu verkefni er ekki lokið en ég þori alveg að segja að fyrstu niðurstöðurnar lofa góðu að það virðist allan að vera ágætis samsvörun á milli erfðaefnismælinga og bergmálsmælinga og til að mynda einföld niðurstaða er að við erum að finna mun meira loðnu erfðaefni úr loðnuleit 2020 heldur en 2019 og það er ágætis samræmi við niðurstöður loðnuleitar Hafró með hinnum hefðbundnu aðferðum. En næsta skref er að gera frekari greiningar að bera þetta saman formlega þar að segja magn erfðaefnis og magn fisks eða loðnu á svæðinu. En við teljum þetta sé spennandi verkefni og það eru talsverðir hagnýtingamöguleikar sem þetta geti leitt af sér.
En ég ekki með fleira, takk fyrir. Já, takk hérlega fyrir þetta, Sæmundur. Þetta er mjög spennandi. Það er gaman að sjá hvað kemur niðurstöðurnar sem kom út úr þessu. Það þarf nú eiginlega ekki að kynna næsta mann, ég ætla samt að gera það. Það er hann prófessor Sigurjón Arason, yfirverkfræðingur hjá Matís og prófessor emeritus við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands. Og hann ætlar að tala breytta hráefnismeðferð á hafi úti. Þannig að Sigurjón, þegar þú ert tilbúin, þá hefur þú fær gólfið. Já, löng upptalning. Það er löng upptalning, það er langur titill. Ég ætla hann að skella þessu inn þá, hérna hjá mér, sjá hvort að ég hitti ekki á rétta staðinn. Þetta er þessi skrín vonandi. Hann er komin ekki. Nú sjáum við lónið. Bara hafið, bara lónið. Sjá netulag. Já, En þetta er þetta komið. Þetta er komið. Já, þetta er komið. Þegar við erum að tala hráefnið, og við ætlum aðeins að fara yfir það eins og við erum að tala með þennan veiðiskap og hvað við ætlum að gera við þetta og horfum á þetta í fiskmjölsvinnslu, veiðina og svo náttúrulega hvernig þetta hefur verið að þróast frá bergi gamla og yfir í nýskip. Þessi skip hérna náttúrulega hafa verið að taka þátt í mælingum hjá okkur. Við gerðum mikið af mælingum í lestarrýminu á þessum skipum til að sjá hvernig hitastigdreifingin var í skipunum og það var mjög áhugavert að vinna stórt verkefni. Það sem vorum að vinna með Börg og svo síðan með Yngvunni, mældum hann upp og hönnum síðan komað hönnun að finna í Fríða sem þann fyrir neðan og síðan hafa þær niðurstöður verið nýttar í hönnun á þessum nýju skipum sem við höfum verið að fá inn. Við náttúrulega viljum með því að vera með betra hráefni, fara náttúrulega þá meiri vinnslu eins og sjáum við lengst til hægri. Og þetta náttúrulega það sem við byrjum að skoða, hvernig hefur verið hráefnis innstreymið hjá okkur og hitastig hjá skipunum hefur verið mismunandi. Og þetta hérna eru mælingar úr einni ákveðnu verksmiðjum og við sjáum það þegar hitastigið kannski við löndun 8 gráður, þá sjáum við að TFN alveg upp í 75. Og þannig að bara ákveðin áhugi hjá okkur að fara með þetta niður fyrir 0. Við sjáum að við förum niður í 0, þá förum við neðarlega. Við vitum það að TFN í náttúrulegum veitum fiski, bara veitum lifandi, þá TFN ofta svona 20. Þannig við komumst ekki mikið neðar. Og hvað TFN? Það náttúrulega þessi hérna sem allir þekkja, próteinin, hvernig það brotnar niður. Og við náttúrulega sjáum að þetta fer niður í, sem sagt, ammóníak og það það sem við erum að mæla hluta til og hinn sem við erum að mæla, það náttúrulega þessi hérna, TMAO. Ég ætla ekki að fara að stoppa neitt lengi við, þá ég endalaust lengi. Þetta eiginlega, eins og maður segir oft, einstefnisloki fisksins sem heldur honum lifandi í söttum sjó og þá myndast þetta TMA sem þá hluti af TFN. Það annars vegar þetta TMAO og svo próteinið. Ef við síðan skoðum hvað við erum að sjá í ferlinu, við erum náttúrulega að hanna skip og þau eru með ákveðna kæligetu og við náttúrulega viljum helst vera með kæligetu sem ansi áhugaverð, það sem tiltölulega góð og ef við hérna skellum upp þessum leysibelt, svona depli, þá sjáum við að hér hitastig sjávar ef það 14 gráður og hvað getum við kælt mörg tonn á þessum tíma, við erum með þetta sem kæligetu og við náttúrulega erum komið með stærri skip, öflugri kæligetu og þá getum við séð alveg hvað við getum kælt, mikið nafla við getum kælt niður á klukkutíma. Og það náttúrulega að markmiðið okkur náttúrulega að kæla þetta sem allra fyrst, ef við ætlum að horfa á rauðátu og svo aftur á síldina sem full á ljósátu. Ensivirkni náttúrulega mjög mikil í þessum kvikindum, rauðátu og ljósátu. Og þá verðum við að fara með hitastig sem allra fyrst niður. Við setjum okkur ákveð markmið að vera með þetta bara í klukkutíma og það þá sá tími sem við ætlum að ná þessu niður á og við sjáum að þessi nýju skip sem með kannski þessi hér 2,5 megawatt í kæligetu að þau náttúrulega ráða við hans í góðan afla en til viðbótar náttúrulega getum við að horfa á hérna þennan fisk sem við erum að fara að veiða sem getur verið makríll, síld eða loðna eða kolmunni. Ég tek makrílinn fyrir þess að hann náttúrulega sá sem var mesta áskorun í að koma til manneldis
og sem mest í flöggun og hausun og slóðdrátt og heilfestingu. Við byrjum að vinna með makrílinn og þetta kom í ljós að náttúrulega hann var dálítið áskorun og það fyrsta sem við gerðum, hann var áttugur á því að þetta er eiginlega tvenns konar hráefni. Þetta er annars vegar vöðvinn sem er með tiltölulega lítið vatnsinnihald og við sjáum að svona fyrstu kristallandi er að myndast í vöðvan svona við -2 gráður. Samkvæmt okkar mælingu náttúrulega er svona 2 gráður en innyflin fara að frjósa strax við -1 til -1,5. Þeir sem þekkja mig, þeir þekkja vita að ég vil hafa þetta tiltölulega einfalt. Þetta er svona einfalt línuritt sem ég nota mjög mikið. Þetta er vöðvinn og þarna er innyflin og þetta er hvað stór hluti af vatninu er frosinn á hverjum tíma. Hérna sjá ég er með 55% vatnsinnihald í vöðvanum. Ég er með 74% vatnsinnihald í innyflunum og við sjáum að ískristallarnir að myndast hérna við -1 gráðu. Ég er -2 og þá sjáum við strax að komið 35% af vatninu orðin ískristöllum. Vöðvinn, það er lítið að gerast við -1 og -2. Man notar þetta hérna mjög mikið til þess að átta sig á hvað stór hluti af vatninu er frosinn á hverjum tíma. Ég ætla að vera með NMR kynningu aðeins en Mari ætla að vera til staðar til þess að kynna það en hún forfallaðist. En þetta svona gefur gangur vísbendinga hvað ég er að nota mikla orku í að kæla vöðvan frá -0 gráðum og niður í -1 gráðu eða hérna fæ ég líka út þá hvað ég nota mikið varma til að kæla fiskinn niður. Síld og makríl, loðuna. Þetta er náttúrulega ákveðnar forsendur sem við notum til þess að hanna síðan hann kæli fyrir og til þess að átta okkur á því hvort að hér er með saltin sem er 3% eins og sjórinn er. 3,5% er í hafinu. Og ef við nota dælingu sem er hérna, þetta er bara RSVaf-kerfið, að þá sjáum við erum að ná hitastigið niður úr 9 gráðum, alveg niður í hérna -1 á mjög skömmum tíma, 40 mínútum. Þetta er svona eiginlega svona módel sem við vorum að vinna með í sambandi við RSVaf-kerfin. Og hér náttúrulega bara on-live, þetta er úr einu ákveðnu skipi. Og hér sjáum við erum búin að kæla sjóinn í lestinni niður í -1 gráðu, áður við setjum fiskinn í lestina. Svo setjum við hérna fiskinn í lestina fyrir upp í plus 3,5. Síðan setjum við kerfi á gang og náttúrulega við erum að kæla hér niður á tiltölulega skömmum tíma, á svona 2 tímum, niður í -1. Og hann er þarna -1 gráða, -1,5. Ef við ætlum að fara ennþá neðar, þá setjum við smá magn af salti í sjóinn eða salti í vökvann sem er í lestinni. En oftast nær erum við með hérna bara -1,5 sem er svona það hitastig sem við erum að vinna hvað mest með í makrílnum. Og það er náttúrulega líka mjög áhugavert að skoða hvernig fitan breytist í makrílnum. Við sjáum að hérna er þá fitan 5% í apríl og þegar hann kemur til okkar í júní þá er hann komin í 10%. Og svo náttúrulega fer hann mjög hratt upp í fer hérna í 25% við 20. júlí og þá var náttúrulega vöðvinn mjög laus. Við sjáum hérna í myndi hvernig fitan dreifist í fiskholdinu og við sjáum að hér er náttúrulega þá kviðurinn, hérna sjáum við þunnildin, hvernig fitan eykst smátt og smátt í kringum þunnildin og þegar komið fram í þennan tíma hér, þegar fitan er komið svona á sinn stað aftur, þá sjáum við að fitan dreifist úr í að vera hérna mest í þunnildanum yfir í allt holdið og þá er þessi vöðvi orðin svona eins og þeir segja út í Noregi og Evrópu að þá sé hann vinnsluhæfur. Við erum að taka hvað mest af okkar makríl á þessum tíma. Þá var þetta ekkert að velja að fara með hitastig niður -1 gráðum til þess að stöðva ensímin í makrílkviðnum eða í rauðátri og að því við bættum við að breyta þá hluta af lýsunu sem er í makrílnum í sterín, kertavax. Og það gerist við -1 gráðu, eða gerist við 0 gráður en við förum inn í -1 til þess að stöðva ensímin. Hægja á ensímanum og svo eftir að breyta fitunni í sem sagt sterín. Að 10% af lýsinu sem er í makrílholdinu er sterín. Og þetta náttúrulega leyndi sér ekki þegar vorum að vinna með makrílinn hérna árið. Að plus 2 gráður var ekki nóg. Við sjáum hvernig árangurinn er hér. Allt rautt. Fæða náttúrulega er rauðáta og brýtur niður vöðvann mjög hratt. Við sjáum hérna er innyflin. Og þegar flöggin voru komin frosinn, þá sjáum við hérna, þetta er ekki rétt beint svona fallið flögg, en fara með þetta niður í -1,3
eða -1,5, þá sjáum við strax munin. Það leyndi sér ekki að þetta náttúrulega allt önnur afurð og þetta svona segir þetta meiri verðmæti sem var mútið þessu. Það eiginlega ástæðan fyrir hvað búnað við erum að velja okkur, gælubúnað, og það náttúrulega mikil verkfræði á bakvið þessa pælingar hjá okkur. Hráefnisgæði náttúrulega það sem við erum að leita að, gæðakröfur, hráefnisverð, náttúrulega rænsta kröfunum að gæðum. Kæli hraðinn skiptir máli, hversu hratt ég kæli niður. Ef ég kæli frekar hægt, þá náttúrulega meira hægt af því að rauðátan komist í gegnum magan og út í kveðin, út í þunnildin. Vinnsluleiðir, ef það var til flökunarvinnslu eða hausaskurð til manneltis, þá náttúrulega ég að tala mikla kælingum. Lengd sjóferðar, afli í sjósókn, þetta hefur allt áhrif. Rými og stærð skipsins. Þetta svona eiginlega vinnslan hjá okkur. Og svo náttúrulega sjáum við þessi nýju stóru skip, setja hann börk uppi, hann væntanlegur til landsins mjög fljótlega. Þetta svona eiginlega það sem við erum að gera, fara með þetta kæli og aftur kælingu sem hraðast niður og kæla afla sem best. En við náttúrulega vitum það að mikil mismun á milli síldar, loðnu og kolmunna og makríls. Ég ætla ekki að hafa það meira. Takk kærlega fyrir þetta, Sigurjón. Sigurjón verður hérna áfram með ykkur ef þið hafið einhverjar spurningar á eftir. Það annar langur titill, næst það hjá okkur Hildur Inga Sveinsdóttir, verkefnastjóri hjá Matís á sviði virðiskeðju og aðjunkt við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands, og hún ætlaði aðeins að segja okkur frá tækifæri í landvinnslu. Já, góðan daginn. Hvort skjáin sjá þið núna? Sérðu réttan skjá? Að sjá, þetta að koma. Þetta réttur skjár. Sko, ok, þetta tókst. Herðu, já, ég lagði ekki að setja titilinn á glæruna, þetta var svo langur titill. Ég ætla aðeins að ræða bara örstutt hérna það sem við erum að sjá fyrir okkur sem svona tækifæri í landvinnslu núna næstu ári í rannsóknum og hérna vinnslu, bara örstutt. Ég fór í mjög skemmtilegan lestur hérna að skoða nýju skýrsluna stöðu og horfur í íslensku sjávarútvegi og fiskeldi og stal þar þessum fínu myndum hérna sem að koma eftir. En þar í rauninni kannski helst að nefna það að núna erum við að vinna upp sjávarafla. Annars vegar hann að fara í fiskmjölsvinnslu eins og við vitið, og svo hefur hann oft verið að fara í frystingu og hvort sem það er á landi eða í sjó, og svo náttúrulega undantekningin við það vinnsla á hrognum úr loðnunni. Það sem kannski athyglisvert og skemmtilegt að skoða í tengslu við söguna í þessu að nú sem sagt sjófrysting kannski að einhver leyti á undanhaldi hérna samkvæmt þessum tölum frá Hagstofunni. Þetta náttúrulega hluta til tengist þessari öflugu kælitækni sem að Sigurjón var að tala áðan, sem að gerir okkur kleift að koma afla í land við góð gæði. Við vitum hins vegar alveg að það er náttúrulega töluverður munur á þessum mismunandi tegundum af uppsjávarfiski og bæði þá hvernig þeir henta í vinnslu, hvaða vinsla hentar þeim og hvernig þeir henta okkur inn í vinslu og ef við höldum aðeins áfram bara með makrílinn sem dæmi, og þetta á að miklu leyti við síld líka, þá er þróunin núna svolítið mikið í áttina að þessu, samhliða því að sjófrysting minnkar, að þá er aukning í landvinnslu á uppleið, og það er þá flökun og hausun og slóðdragning sem við erum að spá í þar. Undanfarin ár þá hefur verið töluverð rannsóknarvinna í gangi í ferskvinnslu, og það hefur kannski mest borið á þessum rannsóknum í flökun og svo áframvinnslu. Fiskur eins og til dæmis síld sem við höfum verið að flagga í töluverðan tíma kannski er ekki stórt challenge akkurat þarna, en nýir vinir eins og makríllinn komu inn í þetta umhverfi
bjuggu til ákveðnar áskoranir fyrir okkur. Og þessi makrílverkefni sem hafa verið í gangi hafa þá tengst flökun og svo ráðskurði og svo náttúrulega sjálfsögðu stöðugleika í geymslu og öðru slíku. Flökunin sjálf per se eða hausun og slóðdragning kannski eitthvað sem við höfum verið að gera í svolítið tíma núna, en þetta gefur okkur ákveðna afurð og aukin vinnsla á hráefni í landi, hún veitir okkur aðgengi að þessum hliðarstraumum sem að annars við seljum í rauninni frá okkur. Og þá erum við ekki einungis að selja frá okkur, til dæmis ef við heilfristum, ekki einungis að selja frá okkur hliðarstrauma, heldur erum við líka að borga fyrir að frista þá jafnvel og senda þá á landi. Við lítum svo á að hliðarstraumarnir séu svolítið lykillinn að framþróun í þessum iðnaði og ég hlakka til að heyra hvort þeir séu sammála í umræðunum á eftir. Og þá í rauninni skiptir engu máli hvort við erum að tala um þessa svona klassísku hliðarstrauma sem að allir þekkja, sem að væri þá eins og haus og hryggir og sló og annað, eða hvort það þessi svona nýrri straumar sem að við erum búin að vera að skoða undanfarið, eins og áturnar, ljósatan og rauðatan sérstaklega. Og þá kemur í rauninni upp þessi spurning hvað við gerum við þessa strauma, hvort það þessi nýju eða gömlu. Og nú hafa verið í gangi rannsóknir og eru í gangi rannsóknir á þessum straumum og það hefur verið lögð mikil áhersla á að fara í þessa vinnu svona svolítið strategíst, ef það er hægt að kalla það, að fara þá í mat á þessum núverandi vinnsluferlum og á þeim hliðarstraumum sem að okkur bjóðast, hvort sem það eru hausar eða annað, og síðan mati á notkunarmöguleikum þessara strauma utan núverandi ferla, þannig að við getum í rauninni reynt að besta svolítið notkunina á straumunum og taka þá strauma sem að geta veitt okkur auki verðmæti út úr til dæmis fiskmjölsvinnslum núna, en halda samt áfram að reyna að bæta þá ferla sem eru til staðar í þeim vinnslum. Og núna í rauninni að verða til ný tækifæri í þessari vinnu sem að ég vona því séu jafn spennt fyrir og við, að minnsta kosti nálægt við. Og það tilkoma lífmassavers sem hefur mikið verið rætt núna í tengslum við ársfundinn hjá Matís og kynnt aðeins þar. En hann Stefán ætlar að segja okkur betur frá því núna næst. En þetta er í rauninni lykillinn núna fyrir okkur til að taka næsta skref í rannsóknum á hliðarstraumum úr þessum fiski og náttúrulega öðru efni líka. Þar sem við komumst í rauninni af rannsóknarstofunni og inn í iðnað án þess að vera taka alveg yfir allar vinnslurnar hjá ykkur og setja allt í stopp. Þetta var svona, ætlaði bara að hlaupa svona yfir og yfir þetta og vona innilega að ég hafi kveikt á einhverjum skemmtilegum pælingum fyrir umræðina og vil þá bara takka fyrir mig og kannski bara bjóða Stefán velkominn hérna aftur. Já, takk hérlega fyrir þetta Hildur. Þetta er já, allir ég taki þá ekki bara næst til máls, ég ætla að deila með eitthvað skjánum hérna. Hildur, ég fæði kannski til að segja mig hvort að þetta sé komið. Jú, þetta er flott. Þetta er komið, ok. Blessed. Heyri, það kom nú fram hérna áður en ég heiti Stefán Þór Eysteinsson og ég er verkefnastjóri hjá Matís á sviði virðiskeðju og er staðsettur á starfsstöð Matís í Neskaupstað. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessu svokallaða lífmassaveri eða þróunarsetri sem að Hildur var aðeins að nefna hér áðan og hefur aðeins verið rætt eins og ársfundi Matís. Og þetta er eitthvað sem að Matís hefur verið að setja saman nú nýverið. Matís hefur eytt töluverðum fjármunum í fjárfestingar á fullkomnum vinnslubúnaði sem ásamt öðrum eldri tækjum munu mynda kjarna þessa svokallaðs lífmassavers. Og í grunninn þá er lífmassaverið í raun og veru breytanleg vinnslulína
sem hægt að nota til að til dæmis skala upp framleiðsluferla, breyta framleiðsluferlum, búa til nýja eða jafnvel þá nýta hráefni sem fellur til í hefðbundinni matvælaframleiðslu. Og fyrirtæki munu því í samstarfi við Matís geta nota lífmassaverið til dæmis til þess þá að þróa nýjar afurðir eða betrumbæta núverandi. Og þetta lífmassaver, það er færanlegt. Það er að segja við getum þá flutt tækin sem að mynda verið hvert á land sem er og getum þar alveg tryggt til dæmis að hráefnisgæði séu í hámarki og þarna erum við raun að færa þjónustur okkar eins nálægt þá ykkur eða framleiðendunum og mögulegt er. Og með því að hafa lífmassaverið færanlegt þá teljum við að við hjá Mati séum að bæta þjónustu okkar töluvert fyrir í raun og veru innlenda framleiðendur í matvælaframleiðslu og þá sérstaklega með tilliti til nýsköpunar. Og heilt yfir þá komið þessa lífmassavers þá teljum við að hægt verða að bæta nýtingu hráefna í matvæla'iðnaði sem eru þetta gríðarlega mikilvægt og að sama skapi að hægt verði að auka þá nýsköpun í geiranum. Uppskolunartilraunir þær eru yfirleitt nauðsynlegar því að það er mjög erfitt að sjá fyrir þau vandamál sem munu koma upp við það að fara með framleiðsluferil af þá annarkvort rannsóknastofunni eða úr eldhúsinu yfir á stærri skala, yfir einhvers konar iðnaðar eða svona stór framleiðsluskala. Og hingað til þá hefur kostnaður við þessar uppskolunartilraunir á framleiðslu, hann hefur verið nokkuð mikill. Það er að miklu leyti vegna þess að hingað til hefur ekki verið hægt að komast í búnað til að skala upp framleiðslu hér á Íslandi með þeim hætti sem við hjá Matís sjáum fram á að geta boðið upp á og því hafa framleiðendur yfirleitt þurft að fara annað erlendis eða hafa beinlínis bara þurft að fjárfesta sjálfir í mjög dýrum búnaði sem oft á tíðum stendur alls ekki undir fjárfestingarkostnaði. Og það eru eins og með þessar uppskolunartilraunir erlendis, þær eru ekki beinlínis ókeypis og geta verið gríðarlega tímafrekar og að fara í gegnum þessar uppskolunartilraunir og þegar kemur að þessum uppskolunartilraunum erlendis þá er næstum ómögulegt að framkvæma þær tilraunir með fersku hráefni eins og það kemur á framleiðslunni sem eitthvað sem við sjáum fram á að geta gert með þessu lífmassaveri hér og það má að vissu leyti líta svo á að lífmassaverið sem sé í raun og veru týndi hlekkurinn að vissu leyti sem okkur hjá Matís hefur vantað í einhver tíma til þess í raun og veru að skala upp framleiðslu í fjölmörgu verkefnum sem við höfum unnið að með matvælafyrirtækjum hérlendis. Og okkur finnst að koma þessa lífmassavers mun henta mjög vel þeim matvælaframleiðendum sem hafa einhverjar hugmyndir og vilja fara í uppskolunartilraunir áður en fjárfestir í búnaði fyrir stórframleiðslu og gera það hérlendis. Þannig að við lítum svo á að þetta sé í raun og veru gríðarlegt tækifæri fyrir matvælaframleiðendur hérna heima fyrir. Ég ætla svo sem ekkert að fara neitt of djúpt út í þau tæki sem eru til staðar í lífmassaverinu. Ég ætla aðeins bara að ræða nýju tækin og möguleikana sem eru til staðar með þeim og kannski aðeins að sýna ykkur gömlu tækin og aðeins bara að fara í gegnum þessum möguleika sem eru til staðar. Við fjárfestum til að mynda í fullkominni diskaskilvindu sem hægt er að nota við skiljun á hinum ýmsu vökvum og sjáum við fyrir okkur að hún muni nýtast vel í ýmis konar lýsis eða olíuframleiðslu. Þetta í raun og veru tilraunaskilvinda og það þýðir að við getum gert ýmsar breytingar á henni og við getum breytt framleiðsluferlinu eftir því hvaða hráefni við erum að nota í hverju sinni, þannig að það eru margir möguleikar í kringum hana. Einnig var fjárfest í heimilissíðanabúnaði sem mun nýtast við henni ýmsu verkefni því að einangra lífvirk efni eða önnur efni sem nýta má í matvælaframleiðslu. Og síðast en ekki síst þá var keyptur svokallaður úðaþurrkari sem að getur raun og veru framleitt fínt duft og yfirleitt er þetta próteinduft úr hinum ýmsu vökum sem henta til þess konar framleiðslu og oft á tíðum er þetta eftir einhvers konar hýtalýseringu, einhvers svoleiðis.
Þannig þessi búnaður býður upp á töluverða möguleika í framleiðsluferlunum. Og ég bara benda á að allan þennan búnað má nota til framleiðslu á matvælum til manneldis. Einnig eru önnur eldri tæki til staðar sem eru bara að auka framleiðslumöguleikana í lífmassaverinu og auka á það sem við getum gert. Ég ætla svo sem ekki að tala neitt mikið þau, en ég hveti ykkur bara til að hafa samband við okkur hjá Matís til að sjá hvað við getum gert ef þið hafi hugmyndir og hvernig við getum aðstoða ykkur með það og getið fengið að vita betur hvaða tækjabúnað við höfum til staðar. En tæki, þau eru auðvitað bara tæki og þau gera lítið ef það ekki þekking til staðar til þess að keyra þau og við hjá Matís, við höfum töluverða reynslu og þekkingu af framleiðslu á matvælum og með komu lífmassaversins þá erum við ekki bara að veita aðgang að tækjunum, heldur við líka að veita aðgang að sérfræðiþekkingu okkar og reynslu okkar og við teljum að það auki líkurnar á góðum árangri í nýsköpunarferlinu til muna. Það er svo sem ekki meira frá mér núna, en endilega ef þið viljið vita meira, þá getið þið annað spurt og eftir eða bara haft samband og ég hlakka mikið til að framleiða ný matvæli með ykkur á næstunni. Þá er þessu flokki mér og næstur á sviði þá er það hann Sindri Sigurðsson, verkefna og þróunarstjóri Síldarvinnslunnar og hann er líka frá félagi uppsjávar iðnaðarins og hann ætlar að segja okkur frá helstu áskorunum greinarinnar eins og þær blasa við honum. Þannig að Sindri, þið eru velkomið að taka bara yfir skjáin. Já, það er nú það. Það er nú eins og að taka yfir þessa skjái þegar maður er með fullt af skjám, þá er það spurning hvaða skjár kemur. Jú, það er einmitt það. Það er svo spennandi. Jæja, sáuð þið þetta? Nei, þið sáuð ekki neitt. Það er svart hjá mér. Hérna koma glærur. Já, hérna koma glærur. Að kom rétt í skjárin áðan, þetta er ekki full stærð. Nei, ég veit það. Þetta er hlaupandi á milli skjá. Það er það. Það er það, já. Ég ætla nú að byrja á byrjunni og ég ætlaði í rauninni að kynna þessa vinnu sem við höfum verið að vinna innan félag uppsjávarútgerða. Þetta er í rauninni hluti inn í SFS og svo hluti sem að snýra að vinnslu á veiðum og uppsjávarfiski. Gamli síldarsjóðurinn, rannsóknarsjóður síldarútvegsins er þarna inni en hann er í rauninni samt sem áður að líða til lok og menn sáu nú kannski möguleika þannig að halda samt sem áður í félagskapinn og ná einhverju nýrri nálgun í þetta. Nú uppsjávarreiðnaðurinn lítur nú kannski svona svolítið á hlutina þannig að við séum á ákveðnum tímamótum svona auðvitað er alltaf hægt að vera með úrbætur endalaust en við teljum svona að svona frekari úrbætur og sem sagt lagfæring á ferlum sem eru nú þegar í gangi sé kannski eitthvað sem við eigum að fara að stokka upp og horfa á með allt öðrum augum. Nú við getum tekið þessa vinnsluferla eins og flæðið bara gegnum landvinnslu og mjöl- og lýsisferla og slíkt. Nú, við hugsuðum þetta líka til þess að í rauninni geta sett okkur ákveðin ramma til þess að ná utanum og geta stýrt á skipinu í gegnum þetta sjóðaumhverfi og umsóknarumhverfi og rannsóknarhlutana. Og við erum búin að vera dálítið lengi að þessu en það er sama að góðir hluti gerast hægt, segjum við, en við erum sem sagt búnir með þessi 3 þrep þarna. Það sem að
er farið í ákveðna stefnumótun, við setjum upp verkefnaskrá og við veljum síðan verkefni úr því og síðan erum við þá í rauninni á þeim stað að við erum að móta verkefni, við pikkuðum út ykkur 3 verkefni sem að við erum að fara þá að setja í gang byrjaðir og erum að setja í gang ákveðna vinnu í kringum. Nú við hugsuðum þetta frá upphafi þannig að verkefnin myndu í rauninni standast kröfur Rannís varðandi þróun og þá skattafrádrátt og slíkt og í sjálfu sér ekkert meir það að segja, það bara til þess að hafa ákveðin gæðastimpil á þessu og við setjum þetta þá þannig að við myndum þá setja verkefnislínu og síðan yrði verkefni mótað og síðan yrði þá sótt og menn myndu þá velja sér samstarfsaðila. Þannig þetta hugsa. Nú, við fórum í þessa vinnu og við settum upp ákveðna hierarkíu og við settum upp meginmarkmið, þau eru þannig 6 og síðan erum við með starfsmarkmið undir þeim og verkefni undir þeim. Og það eins og við sjáum þá eru langflest verkefnin þarna í aukin verðmæti afurða og þar vinnslutækni hlutinn og þar aukin verðmæti með bættri meðhöndlun hráefnis og þessi hluti stærstur en á móti kemur að það eru inn í þessu líka hlutir sem að kannski má segja að við séum kannski dálítið vinnslutæknilega sinnaðir en hérna það eru samt þarna inn í þessu leiðir sem að á eftir að plæja dálítið mikið í. Nú, þetta hugsað þannig að fyrirtækin fóstra þessi verkefni og síðan myndum við í rauninni geta þá nýtt niðurstöðurnar innan hópsins þannig að í rauninni félagi væri eigandi niðurstöðan. Sem, það svona útgangspunkturinn. Nú, þessi verkefnapakkar eru þá hugsaðir þannig að þeir eru þá tilbúnir, þannig að utanaðkomandi aðilar geta þá komið með hugmyndir að lausnum ef að þeir hafa áhuga á að vinna með okkur í lausnunum. Nú, þessi hugmyndafræði geti í rauninni gengið á mikið fleiri greinar. Skiptir engu máli hvort það verður í grænmeti eða hvort það verður í fiski. Ég held að skipti nákvæmlega engu í þessu. Nú, við erum með tókum við saman tillögur í þessu og við mátum 40 og þetta voru 46 verkefni minni mig að hafi verið og við mátum 30 verkefni af þeim og við stóðum uppi síðan með 4 og við erum þá með þarna framtíðarflæði uppsjávarvinnslu og þetta þá samsett úr 7 verkefnum. Við erum með tækifæri í vannýttustofnun, við erum með örverur og vinnslurásir og við erum með framþróun í fiskmjölsvinnslu. Þetta eru þessi svona aðalatriði sem að við lögðum áherslu á og eins og þið sáuð áðan, þá náttúrulega erum við aðeins komnir í gangi í þessu framþróun í fiskmjölsvinnslu og síðan eru menn í verkefnum í sambandi vörur og vinnslurásir líka og það verið að horfa á þessar hluti eins og tækifæri í vannýttum stofnum, þá verið að hugsa til í rauninni annarra tegunda sem við erum ekki að veiða í dag og eru jafnvel með töluvert mikinn lífmassa í sjónum. Nú, þannig að við erum þá kannski staddir þarna í þessu og við stiltum þessu upp í 3 þrep og nú erum við búin með þetta fyrsta. Það áhugi fyrirtækjanna á verkefnastofnum og við erum búin að síja það út og við erum að skilgreina þá þessi verkefni og framhalda því þá náttúrulega og inn í þeim hluta þá skrifa umsóknum hvert sem þær fara inn og síðan í þrep 3 þá að vinna þessi verkefni
ég svo sem get farið svona meira onni í þetta en þetta samt sem áður þannig að þetta er þrepaskipt og við tókum þetta í hugaflugi og síðan erum við með fyrirkomulag. Við teljum okkur vera staddir þannig í D-lið í fyrirkomulagi þar sem verkefnahópur skilgreinir verkefnastofn og við verum að reikna með að klára það þá núna fyrir sem sagt sumarið eða í haust réttara sagt að klára þá þennan hluta og koma þá í rauninni í verkefnaferli og umsókna í gang. Þetta er það sem við settum þá í rauninni á oddinn. Við ákváðum að fara í ákveðið sem hugtak sem heitir framtíðarflæði sem er vinnslurásir í uppsjávarfiskinum og það er nú spurning hvort það er ekki hægt að taka til dæmis úr öðrum iðnaði. Við tekið kartöflur til dæmis, flokkun og kartöflum og flokkun og loðnu. Þetta er álíka massi og álíka mörg stykki þannig að það er hægt að færa ýmislegt yfir ef menn hafa bara í rauninni elju í það. Tóka örfur og vinnslurásir og þar erum við náttúrulega með vinnslurásir mörgum leyti sem eru erfiðar í þrifum. Þetta eru löng færibönd, þetta eru langar vinnslurásir, þetta geta verið flóknar vinnslurásir líka og það er spurning hvort er ekki hægt að bæði einfalda þær og eða breyta þá einhverju þrifaprógrammum í því. Síðan er það tækifæri í vannýttum stofnum og það er menn kannski að horfa til svona miðsjávartegunda. En auðvitað náttúrulega í kringum þessi rauðátuverkefni sem við höfum nú verið í með Matís að þá er nú svona verið að svona fikta við að vinna hana þó svo að við séum að taka hana þá sem hliðarstraum út úr makrílnum sjálfum. Þannig að það er ýmislegt á borðinu og ég held að það sé allir löngu búin að sjá það að þetta er mjög frjór jarðvegur fyrir hugmyndir. En ég er búinn, þannig að þakka fyrir mig. Já, bara takk hérlega fyrir þetta, Sindri. Þetta er mjög áhugavert að það sem varst að kynna, sérstaklega með þessa verkefnastofna sem varst að ræða. En þá er í raun og veru kynningur lokið og þá er sem sagt umræðu tíminn komin á. Það er náttúrulega ekki mikið tími eftir að þessum setta fundatíma, 5 mínútur, en ef að einhverjir hafa einhverjar spurningar eða vilja spyrja út í eða byrja einhverju umræðu þá kannski best að sá taki til máls eða rétt upp hönd í chatinu og kannski ef það eru einhverjar spurningar úr fyrirlesturunum sem voru.